Við höldum áfram með föstudagsþáttinn. Ég hef stundum fengið að heyra það eina sem vanti í þennan þátt sé að við smíðum hér orgel í stúdíónu og til þess að bregðast við þessum áskorunum hef ég fengið hana Sigrúnu Högnu Þorsteinsdóttur hingað til mig. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Sko, fyrir það fyrsta, hvernig stendur á því að þú átt svona orgel til þess að setja saman, ferðaorgel? Heyrðu, ég fór nú bara í sakleysi mínu á orgelhátíð í Stokkhólmi fyrir 1,5 ára síðan. Já. Fór í svona vinnusmiðu fyrir börn, þar sem var sett saman orgel, hafði áður aldrei heyrt þetta. Mér fannst þetta svo heillandi að ég ásamt Guðnýju vinkonu minni, við bara ákvaðum að eignast svona. Já, og hafi verið að bjóða upp á smiðjur svo fyrir börn, ekki satt? Já. Orgelið sett saman. Akkurat, svona tónlistarverkfræði vinnusmiður. Já, það skemmtilegt að tvinna þessu tvennu saman. Það rosa gaman að geta byggt eitthvað og spila á svo það, veist. Það náttúrulega magna og ég reyndar ekki barn en við ætlum samt að freista þess í sameiningu að setja þetta saman. Já, við munum hafa gaman að því. Og hvar byrjar maður að setja saman orgel? Maður byrjar á því að smíða grindina sem eru þessir tveir. Þessir tveir. Þeir eru merktir hérna á hliðunum með rómverskum tölum. Já. Og svo eru hérna þverspýtur sem eru merktar með samskonar rómverskum. Þannig að færa það til að passa saman. Akkúrat. Prófa að leggja þetta bara niður. Nei, ég átti ekki. Passar þetta hérna í. Þetta setja þetta bara hér. Tveir. Það hér. Hérna ætti þá að stemma. Svona þá. Yes. Ok. Svo smellum við þessari grind bara ofan á. Já, nú skil ég þetta, segi ég. Já. Gott að vita að maður getur skellt sér í orgelsmíðabransann ef allt annað klikkar. Já, ég meina það vantar orgel í hvert hús. Já. Pípuorgel. Það sé hver maður. Það býtur. Svona, nú líst mér á þetta. Þá getum við raðað nótunum í. Já. Þannig við byrjum bara. Þannig að þú setur bara pinnan hérna, lætur hann passa í gatið. Í gatið. Lætur þetta svo líka á milli. Og ég rétti þessu nótur. Og þetta í... Það skemmtilegt þegar maður raðar pípunum í. Það þurfa náttúrulega að vera réttir í röð af því að hver pípu tengdu nótu. Já. Ef maður svissar út einni pípu þá getur bara breytt laginu þínu í atónalt bara. Já, einmitt. Aðeins svæ dragir sko. Festum þar hérna. Ég reyna að hafa þetta líka á réttum stað. Svona, svo þetta detti ekki upp úr. Svona einhver að prjóna hana til að gangi upp. Svo kemur hérna vindhlaðan. Þetta vindhlaðan. Það hún, já. Allir að tala um. Já. Já. Og ofan henni standa pípurnar. Hengjum nóturnar í þannig að það er opni fyrir loft. Já. Þegar við ítum á nótuna þá opnast fyrir loftstreymi upp í pípurnar og hljómurinn myndast. Svona. Svo það svona kannski mestu fínhreyfingarnar. Það þarf að tengja Já, það þarf að tengja hverja nótu. Þannig að krækjum henni hérna og uppi. Og upp, já. Orgel í fullri stærð þá borgar maður inn á og býður svo í ár og svo byrja að smíða og svo líða kannski svona 2 til 7 ár þangað til maður komið orgel í hendurnar. Já, það svoleiðis. Þetta ekkert eitthvað bara sem á lager. Já, það héldum við og í byrjari þá bara skrifum við póst í október og þeir skrifuðu tilbaka daginn eftir og sagði við erum að ljúka við 3 orgel hérna, við fengið í lok mánaðar.
Já. Þannig að þetta kom bara Hratt og örugglega. já, miklu fyrr en ég átti von á, sko. Svona. Yes, glæsilegt. Já, já. En það kemur ekkert hljóð. Það kemur ekkert hljóð, það heyrist ekkert. Svo er það þessi spýta hérna sem að kom í ljós í Hrísey til hvers Já. er. 11 ára verkfræðingurinn í Hrísey leysti. Ef hún er ekki, þá einhvern veginn þegar maður spila mikið, þá poppa Já. krókanir af, þannig að þetta stoppar það. Öryggisventill. Já, þetta er öryggisventill. Einmitt, hvað Yes. er næsta skref? Næsta skref er að setja slaufurnar í vindhliðina. Þetta eru slaufur, Já. eins og hver maður sér. Já, ég bara... Tekið hérna lokið af og setjum slaufurnar hérna inni. Og það eru semst til að hjálpa okkur að velja hvort við viljum nota báðar raddirnar eða bara aðra. Já. Og sér hérna með, semst með 2 radda orgel. Þetta er þá svona. Já, og nú er opið og ef við færum til, þá stoppast loftströmmurinn. Já. Og svo setjum við lokið á aftur. Svona. Og þá bara röðum við pípunum í. Hérna er sem sagt lokaða pípuröðin. Já. Við röðum bara hérna, tyllum í, það er ekkert að íta fast, bara að séu svona þétt. Já, bara... Já, svo setur D hérna og lætur hann að snúa sem eins og baki í séð. Þú sem er lokaða pípur, sem er svona hatti ofan á, sem þýðir að þær eru helmingi dýpri hljómurinn úr þeim heldur en þessum sem ég er að raða. Já. Þegar hljóðbylgjum verður helmingi lengri. Þá er nú bara eitthvað smá smottir í eftir. Já. Yes. Setjum hérna forðabelginn. Forðabelgur. Já, sem að geymur loftið í. Já. Tylli honum hérna inni. Svona. Svo hérna pumpubelgurinn, eða belgirnir. Já, mikið belgi í svona Já, orgelum. og svo er það rörinn, Og svo er það rörin, já. tengja á milli. Ég tengi sem sagt forðabelginn við vindhlöðina. Já, þannig að... Og svo tengi ég þennan pumpubelg við forðabelginn. Einmitt, Og þá er þetta bara tilbúið. þá er þetta tilbúið, segiru. Svo gerist ekkert nema Já, þetta er aldeilis, maður. Þetta er aldeilis töfrar, sko, og þú ert bara, hvernig, ef þú spilar, tekur við hérna hinum megin. Já. Mér langar að prófa þetta líka. Ég ætla að spila bara hérna á, Og þetta er bara svona. já, bara til skiptis, svo sérðu hvernig þessi belgur fyllist á lofti. Það lekur nú einhver staðar. Já, hljóðið er svo, sem er sjúkling í öndunarvél. Þvílíkur lokatónn. Og þetta smíðuðu við. Bara á nokkrum mínútum, svo að segja. Já. Já, magnað. Svo gaman líka, veist, maður sér hvernig það virkar. Þú sérðu alveg þegar þú ert að spila, hvernig opnast fyrir og þú heyrir alveg nákvæmlega hvaðan hljóðið kemur og allt hannig. Já. Svo þú fer til dæmis inn í orgelið Akureyrarkirkju, sem er töluvert stærra, þá er það nákvæmlega eins uppbyggt. Veist, þú getur alveg farið inn í það,
séð, verið innan pípurnar, sér hvernig mekaníkin virkar, þetta hreyfist allt inni. Já. Maður er svo glaður að þegar maður spilar það, þá snýr maður yfirleitt baki í fólk og enginn sér neina hreyfingu. Nei. Ekki svo sellóleikar þar sem farið alveg að hreyfa þau og allt. Já, nú svo alltaf að sína sig þessi sellóleikar. Ég veit það. Annað en við hófaru orgelleikarnir. Þannig að það er einmitt, en að öðla svona skilning á verkfræðinni, það er alveg magnað. Já. Og svona fyrir áhugasamba, sko, stendur til að vera með smiðjur á næstunni fyrir krakka? Já. Ég er nýbúin með nokkra smiður á vegum Barnamenningarhátíð Akureyri og svo ætla ég að vera í Minjasafninu núna í maí. Já. Og svo er ég bara, ég verð út allt. Já. Bara reyna að auglýsa þetta þegar að kemur. Og uppi fyrir því að fólk vil hafa samband og bjóða upp á svona, þá bara á það ekki að hika við það? Endilega, ég er til, sko. Mér finnst þetta stórmerkilegt og alveg magnað og bara leiðu ég þakka þér fyrir komuna, ég ekki að fá smá lag svona í lokin. Heyrðu, mér langar að spila hittara úr ævintýrunum Engisbrettur og Maurinn. Já. Þetta er sem sagt hlutinn Dauði Engisbrettunar. Verður ekki mikið dramatíska? Jú, það verður rosa dramatíska og mjög erfitt fyrir pumparan. Þetta er lang erfiðasta. Ég bið ekki mér, ég vil fá að spreyta með þessu. Bara kæra þakki fyrir komuna og við skulum enda á þessu frábæra lagi, Dauði Engisbrettunar. Takk fyrir komuna, Sigrún. Takk fyrir mig.